Í dag ætla ég að nýta flugu sem er enn ein útgáfan af vorflugu hylkinu. Örlítið frábrugðin kannski því sem við höfum átt venjast. Þetta er sem sagt kattispúpa eða vorfluga sem er að kíkja út úr húsinu. Aðrar þekktar kattisflugur eru að sjálfsögðu píkokinn sem er kannski hvað mest notuð hér á Íslandi. En þetta er svona kannski aðeins öðruvísi útgáfa af þeirri flugu. Á rásinni minni er önnur fluga sem er mjög svipað eða nýtt, en húsið á þessari er töluvert öðruvísi. Krókurinn sem ég ætla að nota er frá Arex og heitir Arex 531, F2 alltaf 531. Þetta er krókur sem er ætlaður í dýrherkattis og elgherkattis. En ástæðan fyrir ég vel þennan krók er svo að leggurinn er dálítið langur og beygjan á honum er mjög ílöng, það er að segja ekki mjög skörp, sem að gefur okkur kost á að gera pödduna örlítið raunverulegri. Í þyngingu á þessari flugu nota ég blý. Ég ætla ekki að setja kúla á hana. Og það sem þetta er þurrflugukrókur frá Arex. Það er ekkert því til fyrirstöðu að þyngja hann dálítið duglega. Sirka svona. Áður en ég byrja að hnýta fluguna sjálfa, þá finnst mér ágætt að festa blýið niður. Og til þess að gera það nota ég UV-resin. En þetta resin á eftir að leika stórt hlutverk í þessari flugu. Og ég setja örlítið á legginn. Færi svo blýið þangað sem ég vil hafa það. Og svo er ágætt að dreifa aðeins úr líminu yfir blýið. Og þetta ger ég til þess að koma í veg fyrir að þráðurinn rati á milli vafningana. Vegna þess að ég vil hafa undir búkinn eins jafnan og ég kemst upp með. Þetta er ágætt. Svona. Ég nota tvenns konar þráð í þessu flugu. Í pödduna sjálfa, sem er hnýtt hérna í rauninni aftan á krókinn, nota ég eins grannan þráð og ég mögulega get, og ég er með þráð sem heitir 17.0. Júní þráður, Júní Trækó heitir hann, fullu nafni. Og þetta ger ég vegna þess að ég vil hafa algjöra stjórn á því hvernig uppbyggingin er. Og ef ég er að nota þráð sem er þessi klassíski 8.0, þá stjórnar þráðurinn svolítið ferðinni. Kannski takk ég eftir einhverjum óhljóðum hérna í bakgrunninum, en það er veiðikötturinn sem er með læti. En einhvað síður. Næsta efni sem ég nýti er monofilament. Þetta eru bara vöf í fluguna. Þetta er 4 punda og það er alveg nóg. Það sem við erum að hnýta núna er bara paddan sjálf, bara vorflugan sjálf, og þetta er í rauninni tvíþætt hnýting. 2 partar, það er annars vegar flugan, vorflugan og svo hylkið eða húsið. Svona. Næsta efni er bak á fluguna.
Það ger ég úr svo kallu Nymph skinn frá Virtual Nymph. Þetta er bara glært plast sem er hérna á hvítu pappírspjaldi. Það er hægt að klippa það til eftir þörfum. Ef þetta er ekki við hendina, þá er í fínu lagi að nota glært latex eða bara glært plast einhvers konar, en það er þó ágætt að hafa það í þannig að það sé í þykkara lagi, svo að það sé ekki að slitna hjá okkur. Nú áður en ég hnýti það niður, klippi ég örlítinn spís á það, svo að sé þægilegra fyrir mig að grípa það með þræðinu. Fínt. Og þá er það búkurinn sjálfur. Og ég hef verið að nota döbb, mjög fínt dry-fly döbb, þetta gula hérna sem heitir víst Amber. Og það má hins vegar nota ullarþráð, eitthvað slíkt, í rauninni bara hvað sem er og ekki vitlaust að leika sér aðeins með litina. Rauður geti komið vel út, grænn, jafnvel líka. Ástæðan fyrir að nota þetta döbb er að það er mjög fínt og auðvelt að stýra útkomunni. Svo langt kannski, svona cirka. Ok, þá drögum við plastið yfir. Reynum að hafa það cirka miðja vegu. Allt í lagi að hnýta það svolítið eftir leggnum. Til þess að hjálpa okkur að móta undir búkinn. Það rennur dálítið til, en við bara festum það betur. Svona. Nú þá er það monofilamentið og það er vöfin. Og ég hnýti það nokkuð þétt, en passa með það að hafa sjáanlegt bil á milli. Og ég tek svolítið drjúgt á því til þess að sjáist vel. Skiptingarnar á búknum, ég veit ekki hvort það myndavélan sé að ná því. Nú, monofilamentið er sleift. Svona er ágætt að hafa það í huga þegar við erum að festa það niður. Sleppa það ekki ósnemma. En þetta ætti að duga. Hvað er þetta? Þannig er það. Svona. Nú, í næsta skref er að taka brúnan túss. Þetta er kakólitur. Og ég líta örlítið fremsta hlutan. Passa að fara ekki of mikið í döbbið vegna þess að hann vill blæða svolítið, þessi litur. Og áður en ég læt staða numið, set ég smá af UV-inu sem ég notaði áðan. Þetta er gert til þess að loka litinn inni.
komið fyrir að hann hreinlega skólist úr þegar við förum að veiða þessa flugu. Svona. Og áður en við förum að smíða húsið, þá ætla ég að setja lappir hérna ofan á. Ég hef gert nokkra tilraunir með efni í lappirnar. Ég notaði gjarnan akurhænu, en hef komist að því að fesantilin er sennilega skástur. Þessi er svona hálf dökk, rauður dökkbrúnn. Það kemur ekki að sök þó að þið séu með venjulegan, náttúrulegan. Gerir sama gagn. Og ég tek nokkra fanir af, svo 10 til 12 kannski, cirka. Festi þær fyrir framan blýið. 2 vafningar. Og stilli það svo af. Ég vil hafa þær þannig að það rétt kíki út. Frábært. Nú þá hefur þessi þráður lokið dagsverki og ég skipt þráð og nota brúnan 10-0 þráð. Og til þess að skipta þá má hnýta einfallega endahnútinn á þráðinn sem við erum að hætta með, eða bara hnýta niður hreinlega með hinum þræðin. Það er það sem ég ætla að gera. Og ef það er ekki brúnn þráður við hendina, þá er túsinn sterkur. Nota þá bara einhvern ljósan þráð sem hægt er að lita. Og það sem ég ætla að gera núna er að byggja enda undir búkinn. Byggja hann upp. Gera hann tilbúinn fyrir ystalagið sem við setjum á eftir. Og það er hérna kanturinn frá blýinu. Það er kannski hvað erfiðastur við að eiga. En við reynum að bæta hann upp bara með þræðinum. Þetta er pínu þolinmæðisverk og ég mæli eindregið með að þið snúið öðru hvoru ofan af þræðinum svo hann leggist flatur. Og formið á búknum á að vera þannig að hann er breiðastur hérna aftast eða fremst, hvernig sem á það er horft, og mjókki eftir því sem að framar kemur. Sverleikinn á búknum er í rauninni í ykkar höndum. En eftir því sem maður hefur séð, það er að segja pödduna sjálfa, þá verða þeir ansi sverir og því þarf maður að fara ansi langt áður en að maður er farin að gera hann of breiðan og of stóran. Svona, þá er þetta alltaf að gerast hjá okkur. Eina umferð viðbót. Svona, þetta er þokkalegt.
Nú ysta efnið þar að segja fyrir utan UV-resinið eða UV-límið, það gamli góði píkókinn. Ég nota 2 fanir og finnst ágætt að velja eins langar fanir og ég hef. Það vegna þess að við hnýtum það niður hérna aftast og vefjum það síðan fram. Og það sem ég geri áður en að ég hnýti það niður er að ég tek fanirnar af stilknum. Það að segja þetta loðna. Og til þess að gera það þá þetta að nota 2 aðferðir. Annars vegar að vera sér út strókleður, leggja fjöðrina á borðið og strjúka með strókleðrinu á móti fönunum. En það sem ég vana með að gera er að nota einfallega neglurnar og klemma á milli og draga á milli fingursins og naglarinnar. Þetta þolinmæðisverk en það hefst yfirleitt að lokum. Og ef að fanirnar að slitna hjá ykkur, stilkarnir þar að segja, þá byrja maður bara aftur og passa sig að taka ekki brjálæðiskast. Ekki fyrir að búið að slökkva á myndavélina að minnsta kosti. Og hérna ég með 2 stilka sem ég búinn að taka fanirnar af. Og áður en ég hnýti það niður og klippi ég hérna aftasta hlutan af. Hnýti það svo niður hérna á nær hliðinu minni. Þek stilkinn alveg með þræðinum. Og færi þráðinn alveg að augunum. Nú áður en ég vef stilkonu fram, það var ágætt að vera með smá öryggi. Það efnið viðkvæmt, stilkarnir. Vilja slítna og ef maður missir takið, þá vilja þær poppa tilbaka. Það hægt að setja tónatagg eða sapagap eða einhvers konar lím. En ég vana með að nota bara UV-límið og setja mjög þunnt lag á allan búkinn. Og skapa með þannig öryggi og kemur við fyrir brjálæðiskasti sem ég nefndi áðan. Svona. Svo erum við ljósið við hendina ef að einhvað skyldi klika. Þá bara að vefja. Erfiðasti parturinn hérna fyrstu vafningarnir. Ég ætla að renna dálítið til. Eins og kannski sést. Ég ekki mikið að velta mig fyrir velta mér upp úr því ásækið ef að stilkarnir líka ekki alveg saman. Það brún í tvinnin að hjálpa okkur. Svo þau erum komnir hérna aftast. Það ágætt að huga það í að fara að festa þetta niður.
Svona, nú áður en að lengra er haldið þá herðum við. Þetta er bara smá öryggi eins og ég sagði áðan svo að þetta fari ekki að poppa til hjá okkur. Hnúturinn, ég reyna að hafa hann eins eins lítinn og ég kemst upp með. Við erum ekki að byggja upp haus, heldur bara að festa niður efni. Og þetta verður allt saman þakið í lakki og UV lími. Þannig að hann þarf í sjálfu sér ekki að vera mjög stór. Ært óstöðaðan svona þræðir á stráli. Svona. Þá er húsið að vera klárt hjá okkur. Við ætlum hins vegar að setja örlítið meira UV og ég er alltaf með sama í þessa flugu, alltaf þunna resinið. Það er eiginlegt að vinna með það og maður bætir þá bara aðeins við þegar maður er ósáttur. Ég nota bara nálina, þannig get ég stýrt efninu mun betur. Ef við hefðum ekki sett lakk eða lím í undirbúkinn þá hefði fanina líklega farið að stilkaðin líklega farið að færast til á þessu stigi. Svo er bara að móta búkinn eins og okkur langar að hafa hann. Það er hægt að dunda sér endalaust í þessu. Svona. Nú áður en ég herði er ágætt að snúa lugunni nokkra hringi aðeins til að athuga hvort þetta vilji jafna sig eitthvað betur út. Þegar ég herði 1-2 sekúndur fyrst. Svo er ágætt að leyfa líminu aðeins að jafna sig og passa að byggist ekki of mikil hiti upp í líminu. Þá herðist það betur og endist lengur. Og ég myndi veiða þessa flugu í rauninni bara svipaðan og píkokk og hægu strippi við botninn helst. Og ég er nokkuð viss að hún muni gefa góða raun. Herðum þetta vel. Einhvers staðar las ég að 30 sekúndur væri svona góður tími til að miða við, en sjálfsagt er það misjafnt eftir lími og ljósum. Svona, nú þegar ég er að nota svona mikið UV þá lakka ég alltaf yfir með venjulegu flugulakki. Þá endist flugan betur og allir eru sáttir. Það passa sér ekki allt of mikið.
svona. Kattis í húsi af vorflugubúba, klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.